Geti sterkur einsmarksigur á Milan. Þetta var svolítið undarlegur leikur fyrir og seinni í hálfleikunum bara skugginn af sjálfum sér. Já, leikurinn búinn í hálfleikurunni og það var nú, þetta náttúrulega típiska sko að byrja seinni hálfleikinn og ekki að vera með á nótunum en það byrjaði nú ekki vel við byrjum 8 inn á og svo fáum við aðra 2 mínútur og aftur hleypur hann inn á en þetta verður svolítið, við erum náttúrulega bara mjög lélegir í seinni hálfleik en við vorum búin að klára þetta fyrir. En kannski þetta hálfleiksatriði, þetta kannski grunnurinn í handboltanum að erum við talninguna á leikmannur hér? Hún var rétt sko, ég var búinn að segja hann að hann væri út af og svo spekka sér sopa vatninu og svo fór hann bara inn á hann, hann verður þetta er pottitt kassi. Já, en það kostaði ekki rauð? Nei, ég meina þetta er náttúrulega, hvað, við skorum nú ekki nema 6 mörk í seinni hálfleik og alveg sorglega lélegt og það er engan veginn mílinu að hlakka og Drabasti vil í pottitt meina það sko. Það eru 4 strákar og ein alveg semi-huguleg stelpa upp í stúku sem að byrja með einhver læti og það verður svona, kemur ákveðið panikk. En það er 17-8 í hálfleik og svo eftir ykkur 12 mínútna kafla þá er þetta komið í 20-15 og það kemur ykkur 10 mínútna kafli þar sem að það kemur ekki mark frá okkur. Já, það eru bara, hann er verið vel í markinu, við erum að skjóta illa og... En þetta er svona góð stig og móti liðin sem er í svona baráttu að tryggja sér sæti upp? Já, það er kannski, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er standi í töflunni en þetta er lið sem við höfum að vinna og við erum betra þetta lið. Ef við myndum æfa örlítið meira kannski þá værum við á þeim stað sem þeir eru eða jafnvel Þróttur, alveg 100% sko. Þannig að svona er þetta bara. Það þarf að taka þetta líka sko, þessa góðu kafla og þessi slæmu kafla sem koma, maður þarf að lifa með þeim. Já, en síðasta mínútan þetta var svona eins og dramatíkin gerist best. Það er sókn þegar eitthvað mínút eftir það sem fólk var að deila svolítið hvort það hefði verið brot eða ruðningur og bara springur allt saman. Já, þú tala í lokin, ég held ég ekki sagt neitt ef hann hefði dæmt víti. Samanskapi þá velti ég fyrir mig hvað gerist þetta í síðust sóknum í okkur þegar við tökum leikli, við erum 10 sekundur í sókn og við fáum hendina strax upp, þannig að það var svona jafnast út. Ég veit að Basti áttar kvart í við því sko, en þeir geta bara sjálfsögur kent að það hafi ekki verið mættið leik sko. En svo hvað næst síðustu sóknir það búið að dæma víti en þú ert búinn að taka leikli þetta svona kom svolítið í baki það? Nei, kemur ekkert í baki á mér held ég. Þeir hefði alveg getað dæmt ruðning sko, annar dæmdur með þessi ruðning sko, þannig að það er nú það en ég er búinn að leggja spjaldið og það er svoleiðis skilur, ég ætlaði að kaupa mér smá tíma og setja upp ákveðið dæmi sem við svo spiluðum ekki en ég meina það er út frá því að hending kemur upp og það er algjör óþarfi að hending koma upp þarna. En það sýnir þann karakter að ná að klára þetta þrátt fyrir dabran seinni hálfleik? Já, eins og segi, við vinnum þetta í fyrri hálfleik, þetta er búið hálfleik, þannig að það er grunnurinn. Ég sátt við stíginn, spilamennskan í seinni hálfleik kannski fæst svolítið með þetta.